Ákveðan tveggjast þess sigur í kvöld á meistaravöllum. Hvað er að skapa þetta fyrir ykkur undir lokin? Náttúrulega búin að fá inn 2 nýja leikmenn síðustu 2 vikunum sem að bara stækka breiddina hjá okkur. Við erum aðeins búin að þjappa okkur betur saman varnarlega. Svo bara hitt úr skotum. Við erum búin að vera inn í fullt af leikjum í vetur. Svo bara down the stretch þá hittum við ekki úr skotum. Það kemur stundum bara því. Það alltaf lengst af í leiknum í kvöld. Það var vantarlega aldrei meist trúna samt. Nei, alls ekki. Ég meina, við hefum oft verið undir í vetur og komum tilbaka eins og bara móti Njarðvík undir með 15 í hálfleik. Komum tilbaka, körfubolti náttúrulega bara leikur rönnað, þannig að við erum ekkert að stressa okkur að hengja haus þótt við förum eitthvað aðeins niður. Þetta eru liðin sem er að koma upp úr fyrstdeildinni á síðasta tímabili. KR vinnur deildina, þið komið upp í gegnum úrslitakeppni sem færi nokkuð bara svona, ég ætla ekki að segja auðvitað, en svona nokkuð örugglega bara í gegnum. Ykkur hefur vantilega langa að kvitta fyrir það að hafa ekki náð í efsta sæti á síðasta tímabili. Já, alveg klárlega, en þetta er náttúrulega 2 eiginlega bara gjörbreytt lið í dag, en jú, að sjálfsögðu við náttúrulega töpum fyrir þeim heima sem var þvílíkur skellur í fyrra. Sem var svona eiginlega bara, það var make or break leikurinn upp á hvort liðið fær upp. Þannig að sjálfsögðu viljum við hefna fyrir það. En síðan er líka alltaf pínu hatur á milli þess að taka liða. Það er bara þannig. Hérna undir lokin færð þú boltann nær að koma þér á línuna, bara með að dræfa einhvern veginn á 3 eða 4 og klálega villa, skilurðu, en vildur þú fá boltann og gera eitthvað hérna? Já, ég er alveg til að klára leikinn, en þú veist, Mati átti að fá boltann á low post og ef double tími kæmi þá átti hann að losa boltann og svo sem fengi hann ætti að make a play, þannig að ég held að það voru allir tilbúnir að fá hann, allir tilbúnir að make a play og ég veit ekki, momentumið, mér fannst líka momentumið vera með okkur, þannig að hvort það var ég eða einhver annar skiptir ekki máli, ég held að það hefði allir klára leikinn í þessari stöðu. Málana, svo sem í lokin, tapið fyrstu, 6 leikjum tímabilsins, skiptið þjálfara, Baldur átti með ykkur og svo Bossi tekið við og þú virðist ekki geta tapað þessi staðana. Hvernig er tilfinningin svona miðað við? Ég held að sú sé ekki raunin sko, en ég meina, þú veist, fyrir þá sem horfðu á þessa leiki sem við töpum eins og á móti Tindastól, við erum yfir með 15 í hálfleik, ég held, þú veist, það eru kannski 2 eða 3 leikir af þessum 6 þar sem við eigum kannski ekki séns, en allir hinir leikirnir eru bara leikir sem geta farið báðum megin og við vorum, veit ekki hvort maður á að segja óheppnir, en náðum ekki að klára þá, en við getum alveg klárlega unni leiki, við erum alveg með fínasta liði sko. Ég hljóti að vera að horfa eitthvað upp töfluna. Þjálfarinn ykkar kom nú opinberlega og sagði að það verið að horfa á úrslitakeppnina eða? Já, er það heimavöllur sem það verið að horfa á? Við erum bara að horfa á úrslitakeppnina, það er ekkert annað en það. Þú veist, við vitum alveg hvernig það er. Síðast þegar ég allan að spila það fyrir Bossi, þá komum við okkur í úrslitakeppnina og hvað sem við getum gert. Þannig að við erum bara að taka einn leik í einu og reyna hægt og rólega að koma okkur upp töfluna. Mjög gott svar, og gangi ykkur vel í næstu leik. Takk fyrir það.